En það svo mikið að vera helgina sem framöndan að valla kemst yfir þetta. En við reynum. Og förum reyndar létt með það. Og það sem einnig framöndan helgina, það Grímsævintýri á Borg í Grímsnesi þann 12. ágúst. Og hún Laufey Guðmundsdóttir á línunni, hún veit allt þetta. Komdu sæl. Sælumleysar. Hvernig hefur það í dag? Það bara fínt. Jæja, glæsilegt. Alltaf fullu og góða veðrið og allt þetta. Já, það sól og hvað, norðanátt? Já, það verður bara sól og bara smá gola á laugardaginn. Algjörlega. Það spáir mjög flottu veðri á mánudaginn. Nei, á laugardaginn. Laugardaginn, já, alveg, klárlega. Það fyrsta sem við setjum að undirbúningu að pöntum gott veður. Já, það hefur nú oftar en ekki ræðst. Já, ræðst á verinu. Svona yfirleitt og ef það er ringt það er bara rétt áður en við opnum sviðið eins og sagt er. Já, allt eins og það á að vera. Það er bara þurrkað upp. Það er bara þannig. En hvað verður í boði hjá okkur helgina? Herru, það er margt og mikið. Við erum náttúrulega með okkar víðfrægu tombóluna sem hefur verið hérna síðan 1926. Og það, hvað sagður síðan? 1926. Já. Þannig að það er smá reynsla þar. Örlítið. Já. Og það aðeins meira þessa frægu tombólu allur ágóði á tombólunni rennu til góðgerða og líknamála. Já, innanlands. Já. Og við einblínum á Suðurlandi sérstaklega. Já, hefur það alltaf verið þannig eða? Já, það er okkar aðal svona fjáröflun og það er svona grunntilgangur kannski með félaginu að styrkja góð málefni og þá sem að minna meira sín eða það sem að vantar meira stuðning. Já, algjörlega. Herðu, og svo bara, ég er náttúrulega með þetta fyrir fram að mig hérna. Þetta gríðilega flott dagskrá en ég ætla bara að leyfa þér að halda áfram. Já, þetta verður bara eins og vanda, bara mjög gott og flott dagskrá. Það er náttúrulega markaðar líka í Íþróttahúsinu. Karitas Harpa ætlar að koma og syngja. Já. Og Einar Einstaki töframaður, hann ætlar að sýna einhverja listir. Hann er einstakur? Hann er mjög einstakur. Það er ekki fleiri Einar Einstakur. Nei. Og svo ætla leikfélag Borg að vera með sýningu. Þau tóku þátt fyrstu skipti í fyrra og hefnaðist mjög vel og mjög flott hjá þeim. Ok. Þannig að það verður spennandi að sjá hvað þau gerir í ár. Veistu hvaða sýningu þau ætla að vera með? Nei, það verður eiginlega bara svona surprise. Í fyrra tóku þau bara svona brot úr ævintýrum. Já. Þannig að ég reikna með að verður eitthvað í þeim líkingu. Þeir eru búin að vera með leiklistanámskeið í vikunni svona til að peppa liðið. Já, ok. Þannig að það er bara verið gaman spennandi. Þau verða kannski með Grímsævintýri? Já, maður veit ekki. Kannski eitthvað svolítið. Algjörlega. Og Tintron hjálparsveitin verður hérna með tæki og tól? Já, þeir hafa alltaf verið stuttir góðu stuðningsaðilar hjá okkur að hjálpa okkur að setja hoppukastalinn upp og sína sín tæki og tól og ef að þarf að fara í umferðarstjórnum þá grípa þeir þann bolta. Já, það er alltaf svolítið spennandi að skoða tækin hjá björgunarsveitum. Já, það er eitthvað svona, fólk finnst alltaf svona tæki og tól eitthvað svolítið spennandi. Já. En það er líka mikið og gott starf og nauðsynlegt sem að þeir eru að vinna. Já, heldur betur. Og það má alveg hrósa þeirra starfsemi. Alveg klárlega, á að sveitbúðin. Svo er Zumba-fjör þarna, sér þú Zumba-fjörið? Nei, reyndar ekki. Maður veit aldrei í framtíðinni, kannski maður takja þessu. Já, maður veit aldrei. Það verður eitthvað fjör þar og svo ætlar hann tralli trúður líka að vera og skemmta börnunum. Já. Skátendir á Úlfljótsvatni, þeir verða þarna með úti eldhús. Já, það er hérna svona úti eldhús á skólalóðina bakvið og þeir ætla að koma og þannig að fólk getur popp í svona ykkur grind yfir ofnum eldi og þeir hafa verið að líka, þá getur bakað eða grilla sér hakkibrauð, held að ég heiti, ég vil sé ekki að ljúga miklu. Svona alveg úti stemning bara? Já, þetta verður bara gaman og bara oppukastalar og stemning og stuð, sko. Já, og það sem ég finnst líka magnað við þetta er allt ókipis? Já, allt ókipis. Það er bara í rauninni koma með smá peningi burtu til að kaupa sig tombóla með það og sjá hvort það finningi eitthvað skemmtilegt. Já. Kannski úr geymslunni hjá þér eða einhver flotti fyrirtæk. Já, maður veit aldrei. Og fólk náttúrulega verður að muna það að hvetjum fólk til þess að koma á tombóluna af því að allur ágóður rennur til góðgerða og líknamála innanlands og þau einblíni á Suðurlandið. Já, það er alveg. Við höfum yfirleitt styrt sjóðin góða vel út frá þessu og svo veljum við eitthvað kannski 2-3
önnur málefni til að leggja við. Algjörlega. Þetta skemmtilegt, flott dagskrá framundan á laugardaginn. Við hvetjum fólk til þess að koma og kíkja við. Það spáir góðu veðri, þannig að það að gera að taka rúndinn. Já, bara allir velkomnir. Bara með gleðina og góðskapið. Það eina skilyrði. Já, ekkert annað í boði. Og það hægt að skoða þetta nánarinn á gogg.is eða ekki? Jú, og Facebook síðu Kvenfélagsins. Já. Það bara Kvenfélag Grímsnessins. Akkurat. Laufey Guðmundsdóttir, takk fyrir spjallið og bara góða skemmtun helgina. Kærar þakkir. Takk fyrir þetta. Takk.